Hækkanir á ráðstöfunartekjum öryrkja skila sér misvel í vasa fólks að mati formanns Öryrkjabandalagsins. Breytt nálgun hlutastörf öryrkja bylting á kerfinu, segir forstjóri Vinnumálastofnunar. Mikil eyðilegging í austurhluta Afganistans eftir jarðskjálfta sem reið þar yfir. Hamfarirnar eru þar mannskæðustu í áratug. Fylgi Framsóknarflokksins heldur áfram að dala og hefur aldrei mælst minna en í nýjum þjóðarpúlsi Gallups. Samfylkingin mælist áfram langstærst. Grunnskólar víða land hafa hert reglur símanotkun. Kennarar á Akureyri sem hafa unnið í símalausum skólum í heilt ár segja nemendur einbeittari og lifa betra félagslífi. Nýir göngustígar við Stuðlagil draga verulega úr fallhættu að mati landeigenda. Ferðamenn dreifa sér betur svæðið í stað þess að hrúgast á sama blettinn. Gott kvöld. Tryggingastofnun greiddi 1200 milljónum króna meira til örorku og endurhæfingarlífeyrisþega í dag en síðustu mánaðamót þegar umfangsmiklar kerfisbreytingar tóku gildi. Þær eru sagðar snerta hátt í 30.000 manns og voru kynntar á fundi í dag. 95% þeirra sem eru með örorkulífeyri fá hærri greiðslur eftir uppfærsluna að mati félagsmálaráðuneytisins. Okkur hefur fundist þetta svona svolítið stór yrt, 95% af því að hækkun getur verið alveg bara frá 800 krónum upp í einhverjir kannski 20.000. Þannig að mér finnst þetta svona svolítið einfalt að segja það og ég leyfi mér að segja það því að það ekkert allir að njóta þess. Kerfið hefur verið það flókið og svo koma þessar víxlverkanir þarna inn líka. Þannig að þið óttist að þessar hækkanir muni ekki skila sér í vasa fólks? Nei, í rauninni ekki, til einhverja en alls ekki allra. Fólk kemur misvel út úr þessum breytingum. Tökum dæmi. Ráðstöfunartekjur rúmlega 20 manns sem fluttur að heiman hækka tæplega 6.500 krónur vegna þess að þeir sem búa einir höfðu áður fengið hækkanir umfram fjölskyldufólk. Kona í sambúð sem fær örorkumat á fullorðinsaldri og á rétt á greiðslum úr lífeyrissjóði fær 77.000 krónum meira á mánuði. Fólk með háar tekjur lækkar því það fær ekki greiðslur frá Tryggingastofnun. Tekjur þeirra lækka rúmlega 67.000 krónur. Breytingarnar fela líka í sér samhæfingarteymi sem tryggir samfellu í þjónustu fyrir fólk með flóknar þjónustuþarfir og hluta örorkulífeyri fyrir þau sem treysta sér til að vera í hlutastarfi. Fólk getur þá þénað alltaf 350.000 krónur á mánuði án skerðinga. Félagsmálaráðherra segir kerfið einstaklingsmiðaðara. Möguleika til að komast út úr einangrun, vanvirkni og vanlíðan, vera með kerfi allstaðar, einstaklinga allstaðar, einstaklingsmiðaða þjónustu. Við munum svara hverjum og einum eftir hans þörfum. Ég sé fyrir mér sólina vera að koma upp fyrir okkur öryrkja að því leyti til. Við viljum hjálpa öllum að komast í virkni. Við viljum gera lífið svo miklu betra. Það mannauður í öryrkjum eins og öllum öðrum. Nauðsynlegt að fjölga hlutastörfum til að fólk sem að hluta til á örorku geti farið á vinnumarkaðinn. Þetta segir forstjóri Vinnumálastofnunar. Við erum að reyna að byrja að vinna í haginn og höfum verið að gera það til að reyna að afla fleiri hlutastarfa. Það svo mikilvægt að við bjóðum velkomið inn á vinnumarkaðinn fólk sem hefur áhuga á að fá að taka þátt í hinu daglega lífi. Formaður ÖBÍ réttindasamtaka hefur áhyggjur af því að aðlögunartími þessa fólks og vinnuveitandans sé of skammur. Og eins og reglugerðan í dag að þá í rauninni eru það 12 mánuður sem að ríkið mun styðja við og hefur heimild til 6 mánaða auka. En ég mun telja að þetta þyrfti frekari aðlögunartíma og það kannski það sem við óttumst bæði upp á það að fólki sem að sækja sér þessa vinnu og í rauninni verður að gera það sé ekki að fá stanslausar hafnanir eða þá að það hverfi fljótt af því að aðlögun svo stutt. Breytingarnar á kerfinu séu þó af hinu góða. Sérstaklega í ljósi þess að það á að vera skilvirkara og skiljanlegra og auðveldara fyrir þau sem eru í kerfinu og þurfa að nota það og líka bara fyrir fólki sem að þjónusta örorkulífeyristakana og þau sem endurhæfingu. Þetta bylting á örorkulífeyriskerfinu því að það alveg verið að breyta nálgun. Það ekki verið að spyrja hvað getur ekki heldur hvað getur.
Rúmlega 800 eru látnir og 3000 slasaðir eftir jarðskjálfta í austurhluta Afganistan. Eyðileggingin er mikil og stjórnvöld hafa beðið alþjóðasamfélagið hjálp. Jarðskjálftinn 6 að stærð átti sér upptök í fjallahéraðinu Kunar 30 kílómetra norðaustur af borginni Jalalabad. Skjálftinn fannst allt frá Kabul til Islamabad, höfuðborgar nágrannaríkisins Pakistans. Fjöldi eftirskjálfta hafa fundist, sá stærsti 5,2 að stærð. Yfirvöld í landinu segja þetta einn mesta jarðskjálfta sem riðið hefur þar yfir. Kunar hérað og nágrannahéraði Nangarhar urðu verst úti. Heilu þorpin eru í rúst. Skriður hafa lokað þjóðveginum sem liggur á svæðinu þar sem eyðileggingin er mest og stjórnvöld hafa brugðið á það ráð að flytja fólk burt með þyrlum. Hús á þessum slóðum eru ekki sterkbyggð og margir festust í rústum þeirra. Mannúðarástand er þegar slæmt í Afganistan. Sameinuðu þjóðirnar segja meira en helming íbúa í landinu þurfa á mannúðaraðstoð til að lifa af. Jarðeðlisfræðingur segir eftirtektarvert hve manntjón var mikið miðað við stærð skjálftans. Afganistan er staðsett á flekaskilum. Það er náttúrulega staða sem við þekkjum vel hér á Íslandi. Það er meira að segja þannig að þetta er á flekaskilum sama flekans eins og við. Það er að segja að það er Evrasíuflekin sem stendur þarna fyrir. Hinn flekin er eins og er Indlandsflekin sem er á hraðri norðurleið og kýtir þá upp þarna fjöllum, Himalaya-fjöllum og þetta er sem sé í svona vestasta parti af þeim fjallgarði mikla sem hefur orðið til vegna þess að Indland er að tróðast undir og upp í Evrasíu. Þetta er sem sé skjálfti sem verður vegna þess að jarðskorpan og efsturlögin eru að brotna undan þessu álagi og þá brotnar jarðskorpan upp úr og niður úr og þetta er nálægt yfirborði og sem er nú ástæðan fyrir því að þetta veldur þetta miklu tjóni þó að þetta sé tiltölulega lítill skjálfti. Þetta er þriðji jarðskjálftinn í Afganistan síðan 2021 þegar talibanar náðu völdum í landinu þar sem manntjón er mikið. 20. og 2. júní 2022 reið jarðskjálfti 6,1 að stærð yfir 4 héruð í austurhluta landsins. Yfir 1000 manns fórust, mörg þegar heimili þeirra hrundu vegna skjálftans. Í október 2023 varð Herat hérað í vesturhluta Afganistan illa úti þegar jarðskjálfti af stærðinni 6,3 reið yfir 7. október. 3 dögum síðar varð annar jarðskjálfti af sömu stærð og 15. október varð jarðskjálfti 6,4 að stærð. Rauði krossinn í Bretlandi telur nærri 2500 manns hafa farist í þessum hamförum. Og miðjan dag í dag var staðfest að yfir 800 manns hefðu farist í skjálftanum, en óttast er að fleiri eigi eftir að finnast í rústum. En það er eftirtektarvert að hvað er mikið manntjón í þetta litlum skjálfta og það hlýtur að stafa því að það hefur orðið mikið húshrun og hús á þessum slóðum eru að miklu leyti byggð úr leir, steini og þau þola ekki mikinn titring. Fylgi Samfylkingarinnar er áfram í hæstu hæðum, hátt í 35% samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallup. Viðreisn dalar tæplega 2% á milli mánaða og fylgi Framsóknar hefur aldrei mælst minna. Fylgi Samfylkingarinnar hefur vaxið jafnt og þétt síðan í kosningunum í nóvember. Þá fékk flokkurinn rúm 20% atkvæða en mælist nú með 34,6% fylgi. En ekki er mælanlegur munur frá síðasta þjóðarpúlsi. Sjálfstæðisflokkurinn mælist með 19,7%, 1% meira en í síðustu mælingu. Fylgi Viðreisnar minnkar tæplega 2% og mælist tæp 13%. Lítil breyting er á fylgi annarra flokka 0 til 1% sem er ekki tölfræðilega marktæk breyting. Miðflokkurinn mælist með 10,7% og flokkur fólksins með 7,4%. Fylgi Framsóknarflokksins mælist 4,5% og hefur ekki verið minna frá því að mælingar Gallups hófust árið 1992. Vinstri græn mælast með 3,7% og Píratar 3,5%. Sósíalistaflokkurinn nær ekki 2%.
Nærri því 64% þeirra sem taka afstöðu styðja ríkisstjórnina. Samfylkingin mælist áfram stærst í öllum kjördæmum og næði inn 25 þingmönnum ef gengið yrði til kosninga í dag. Sjálfstæðisflokkurinn fengi 14 þingmenn og Viðreisn 9. Miðflokkurinn fengi 7 og Flokkur fólksins 5. Framsókn næði inn 2 þingmönnum og Píratar 1. Vinstri græn og sósíalistar næðu ekki manni á þing. Og þá víkur sögunni í Hrunamannahrepp. Sigurður Ingi Jóhannsson, formaður Framsóknarflokksins. Þessi könnun sýnir minnsta fylgi flokksins frá því að Gallup byrjaði að mæla fyrir meir en 30 árum. Hver er helsta skýringin á þessari döpru stöðu ykkar? Já, það er bara svona svipað eins og ég sagði nú held í sumar þegar við mældumst líka dálítið lágt að það er augljóst að við verðum að vera skýrari í okkar málflutningi og hvernig við birtumst þjóðinni. Ég er á þeirri skoðun að grundvallar gildi og það sem að við Framsókn höfum fram að færa sé algjörlega nauðsynlegt fyrir þjóðina. Það er hinn heilbrigða skynsemi sem að ég held að allir aðhyllist. Það er hins vegar erfitt fyrir miðjuflokka nú á tímum bæði á Íslandi og annars staðar þar sem öfgahyggja og svona hávaði yfir ráði ríkjum en við tökum þetta bara sem hvatningu að vera enn skýrari og berjast skýrar á næstu vikum og mánuðum. Geturðu nefnt dæmi það sem að svona hvernig þið hafi komið fram sem að þjóðinni hefur kannski ekki líka neitt sérstaklega vel? Já, það er náttúrulega augljóst að ríkisstjórnin, sérstaklega samfylkingin eða kannski fyrst og fremst samfylkingin því að hinir flokkarnir eru að tapa, er að græða verulega á því að vera með öflugan forsætisráðherra. Umræðan veiðigjöld og það held ég að hafi hjálpað ríkisstjórninni. Ríkisstjórnin er auðvitað vissulega enn að hampa málum sem eru frá síðasta kjörtímabili. Núna síðast var fyrsta frétti á ykkur í dag mjög mikilvæga breytingu á fyrirkomulagi bóta eða greiðsluna til öryrkja sem er búið að vera að vinna að í 10 ár en er að taka gildi núna því það var senkun á því gildistöku þegar var samþykkt á þinginu í júní 2024. Þannig að ég held að það sem við þurfum að gera er bara einfallega að vera skýrar í okkar málflutningi, vera með einfaldari skilaboð en það sem að við stöndum fyrir það á enn erindi til þjóðarinnar. Við erum með öfluga grasrót mikið að sveitarstjórnarfólki í hringinn í kringum landið þó við séum með lítinn þingflokk. En þegar að illa gengur þá hitnar undir forystunni ef svona heldur áfram. Er þér áfram sætt sem formaður flokksins? Já, við erum auðvitað með ákveðið kerfi í Framsóknarflokknum. Það er sem sagt miðstjórnarfundur verður miðjan október. Þar verður tekin ákvörðun næsta flokksþing sem að myndi þá væntanlega geta orðið í febrúar eða fyrir eftir atvikum eða síðar ef flokksmenn ákveða það. Það eru flokksmenn sem ákveða það. Ég tek þetta alvarlega. Þessi staða, hún er mér hvatning til þess að berjast og vera skýrari í mínum málflutningi grunngildi Framsóknar sem ég er sannfærður að eiga enn talsvert erindi bæði til þjóðarinnar og reyndar bara heim allan. Já, takk fyrir þetta Sigurður Ingi. Þú talar ekki með þeim hætti eins og það sé farasnið á þér úr formannstóli Framsóknarflokksins. Takk fyrir. Þá förum við yfir í önnur mál. Íslenskir grunnskólanemar búa við mismunandi reglur símanotkun á skólatíma. Sums staðar eru símar læstir inn í skápum strax að morgni og einn kennari segir engan vafa að börnunum líði betur án þeirra. Það er ótrúlega ánægilegt að horfa upp á þetta, hvernig þetta hefur breyst til hins betra. Og í raun og veru í frímínútum að horfa upp á nemendur leika sér. Þetta eru börn og þetta eru unglingar sem eru í körfubolta, eru í borðtennis og tefla og spila og leika sér sem er frábært. Og maður sér núna til dæmis að það eru kærustupör aftur að mynda sem að kýsast í sófanum sem er stór hlutið að vera unglingastig þannig. En það var bara ekki til staðar. Við vorum átt okkur á því að þetta var bara ekki gott. Í dag það í höndum hvers grunnskóla að setja reglur notkun farsíma innan veggja skólans. Í Reykjavík banna rúmlega 70% grunnskóla alfarið notkun einkasíma á skólatíma og víðar landið eru skólar á svipari vegferð. Ár er liðið síðan Akureyrarbær lagði línur tækjanotkun fyrir alla 9 grunnskóla sveitarfélagsins. Símar eru bannaðir í skólanum að frátöldum símatíma einu sinni í vikum.
Kennarar segja bannið hafa reynst vel þó stundum hafi reynst krefjandi að framfylgja því. Þannig ég bara smelli þessu hérna. Já, smellir hún í þetta og svo hann í raun og veru bara fastur þarna þangað til að skóla lýkur. Þá ritari sem opnar fyrir nemendum þetta símahólf og þetta hefur reynst bara mjög vel. Svona hefst dagur nemenda í Naustaskóla á Akureyri og hefur gert síðasta árið. Þau skila af sér farsímunum sem annars fylgja þeim í hvert fótmál í þessa læstu skápa. En unglingarnir eru útsjónarsamir. Sumir hafa sett gamla farsíma í hólfinn til að geta haft sinn með sér í tíma og starfsfólk skólans þarf því að vera velvakandi til að framfylgja símaleysinu. En þetta eitthvað sem einmitt við erum líka að læra inn á og maður ber að hrósa krökkum fyrir góðar hugmyndir og finna leiðir. Starfsmenn Naustaskóla hafa ekkert nema gott af símafríinu að segja og vilja taka málin enn fastari tökum á nýju skólaári. Og mér finnst ég sjá augljóslega tengingu þarna á milli að nemendur eru með betri einbeitingu í tímum, líður betur og eru bara ferskari. Og við munum klárlega, bara herða áfram tökin á þessu. Í Giljaskóla svipað að sögu að segja. Deildarstjóri segir fólk ánægt með símafríið. Þar sé áhugavert að sjá að í vikulegum símatíma velji megnið af nemendum að vera áfram án þeirra. Það eru kannski 1/3 sem er sannarlega í símanum í 3 mínútum á föstudögum. Ég hugsa að það sé ekki meira. Breytingin var þó líka stundum krefjandi. Það getur verið nemendum erfitt að slíta sig frá tækjunum, en þá muni miklu að hafa foreldra með þeim í liði. Ef að sími kemur oftar en 3 sinnum til stjórnenda, þá þurfa foreldrar að sækja síman. Reynslan okkur er svo að foreldrar vinna mjög vel með og þeir eru ekkert að flýta sér eftir símanum. Og í Hagaskóla í Reykjavík tóku nýjar og stífari reglur símanotkun gildi við upphaf skólaárs. Þar eru nemendur nú án símans allan skóladaginn og segjast kunna ágætlega við breytinguna. Mér finnst það bara mjög fínt. Við erum ekki með síman eða neitt í skólanum og við sittum bara í svona box áður við bara í fyrsta tíma. Og mér finnst það bara mjög fínt. Finnst þér þú eiga auðveldara með að læra þegar þú ert ekki með síman? Já, eiginlega. Það er maður ekki svona truflaður og eitthvað. Já, mér finnst minna freistandi að fara að skrolla þegar ég nenni ekki einhverjum erfiðum dæmum eða eitthvað þannig. Þannig já, mér finnst það alveg. Og hefur þetta eitthvað breytt í hvernig þú eyðir þínum frítíma í skólanum? Já, núna er miklu meira svona að vera að spila saman og að tala saman. Í staðið þess að hanga í síma. Áður þá voru allir í símanum og þá kannski neyddist maður bara líka til að vera í símanum. En núna er maður kannski frekar að spjalla, það er bara betri stemning. Já, ég tala miklu meira við vinni mína og vinni mín eru miklu meira í símanum. Og ég er líka þessna ógeðslega strangt. Þú veist, ef þú segir, þótt þú skilar ekki síman á morgnana, þá er það mjög strangt. Þú veist, fólk tekur síman í burtu og þannig. Þannig að vinni mín eru ekki í símanum, þannig að við erum actually bara að spjalla. Ég var í póker í morgun, bara mjög gaman. Er símanotkun barna á skólatíma vandamál? Við sjáum allavega mörg merki þess í bæði okkar rannsóknarstarfi og líka fræðslustarfi þess að við erum að eiga samtal við börnin sjálf. Þannig að við höfum alveg fundið fyrir því að þau séu að kalla eftir því að það sé unnið með þessi tæki. En að sama kapi þá vilja þau líka tryggja það að það sé ekki verið að draga úr fræðslu, að símabann þýði ekki tæknibann og það er alveg skýrt að við viljum ekki hafa það þannig. Í Danmörku, Finnlandi og víðar hafa verið sett lög sem banna grunnskólanemum að nota enga snjalltæki á skólatíma til að reyna að bæta andlega heilsu og velferð þeirra. Fyrrverandi barna- og menntamálaráðherra Ásthildur Lóa Þórsdóttir stefndi að sambærilegri reglugerð fyrir yfirstandandi skólaár en af því hefur ekki orðið í tíð nýs ráðherra Guðmundar Inga Kristinssonar. Skúli á sæti í starfshópi ráðuneytisins sem á að búa til leiðbeiningar örugga farsímanotkun í grunnskólum. Þeirri vinnu átti að ljúka á síðasta ári. Sá hópur eru starfandi í töluverðan tíma og það er í raun ekki ein niðurstaða sem er komið þar. Þetta er flókið mál og við erum ekkert endilega sammála hvernig að útfæra það. En í mínum huga þá þurfum við að taka einhver skref í átt að betri umgengni við tækin. Nýtt kerfi göngustíga og útsýnispalla var tekið í notkun við Stuðlagil á dögunum og dregur mjög úr fallhættu grundarmegin við gilið. Landeigandi segir að ferðamenn staldri nú lengur við og dreifi sér betur í stað þess að allir hrúist á sama blettin. Það er mikið í Jökulsá á Dal og jökla stendur undir nafni. Hálslón er á yfirfalli og við það stórbreytist ásýnd Stuðlagils. Þá sést hvernig áin og gilið litu út fyrir Kárahnjúkavirkjun. Mikið af stuðlunum er á kafi en í staðinn má dást að kraftinum í hrikalegri jökulánni. Hún er svo vatnsmikil núna
að neðstu metrarnir af nýja stígakerfinu eru á kafi og slagbrandur settur fyrir. Áður en stígakerfið var opnað fóru ferðamennirnir niður á eina útsýnispallinn en vildu sjá meira og betur og þvældust allt gil, mynduðu moldarstíga og klöngruðust á brúnum. Nýja stígakerfið 1 kílómetri með mörgum pöllum og var 2 ár í smíðum með styrkjum frá framkvæmdasjóði ferðamannastaða og landeigendur sjá mikinn mun. Já, við sjáum náttúrulega fyrst að mun að það enginn að fara út fyrir. Það allir bara að fara eftir stígunum. Það stærsti munurinn. Það náttúrulega aldrei hættulaust en hættan orðin miklu minni eftir að þetta kom. Klausturselsmegin við gilið líka unnið að úrbótum en þar varð banaslys í fyrra. Grundarmegin nú til skoðunar að koma fyrir björgunarhringjum og línu yfir ána ef einhver skildi falla út í. En stígarnir bæði vernda gróðurinn og auka öryggi fólksins. Og svo í þriðja lagi þá erum við líka komið með dreifing á túristunum. Við stýrum þeim meira, þannig að þeir fara meira gilið, þannig að það ekki massa túrismi á einu stað, þeir eru meira út allt gilið. Það hefur líka bara áhrif á upplifun túrisma. Litrík sjón blasti við íbúum hollensku borgarinnar Tilburg helgina. Rauðhært fólk á öllum aldri flykktist til borgarinnar til að taka þátt í rauðhærðra dögum. Yfir 1000 gestir frá rúmlega 80 löndum komu á hátíðina. Skipuleggjendur segja að hún sé bæði sú stærsta og elsta í heiminum. Markmiðið með hátíðinni að rauðhærðir finni fyrir stolti, viðurkenningu og tengist öðrum með sama hárlit. Niet heel veel mensen hebben rood haar en dan komen ze wel bij elkaar, dus dat is wel leuk. Ik vond het in het begin een beetje apart, omdat het ineens zoveel en normaal zie je niet zoveel roodharigen, maar ik vind het wel echt heel leuk. Allemaal hier bij elkaar, met alles. Het is gewoon mooi. Ja. I feel me very alone because in school and so, but now it's very nice. Like they're really pretty and I love the hair color. I'm just happy to be here. Og margmenni tók þátt í óvenjulegu hlaupi í Elliðaárdalnum í Reykjavík í dag. Aðgangseyrir var freyðivínsflaska og hlaupafatnaðurinn sumarkjóll. Gleðin var við völd í þessu árlega sumarkjóla og freyðivínshlaupi sem var hlaupið í blíðskaparveðri síðdegis. Hlaupaliðin 5 kílómetrar og þyrstir hlauparar gátu svalað þorstanum á drykkjastöðum víðsvegar á leiðinni. Að lokum var svo skálað rækilega í freyðivíni við endamarkið. Mamma enn í eldhúsinu, uppgefin á þess og hinu. Teygir sig í kampavínið, kælir það í brast. Á klaka setur vandamálin, áhyggjur og bast. Spyrðir sig í sparigallan, sparslar fésir mallan. Mamma þyrft að sofna, því mamma svo feitt. Í Kastljósi kvöldsins ræða þau Snorri Másson, þingmaður Miðflokksins og Þorbjörg Þorvaldsdóttir, verkefnastýra hjá samtökunum 78, það hvort bakslag hafi orðið í málefnum hinsegin fólks. Auk þess rætt við forstjóra Tryggingastofnunar nýtt örorkukerfi. Og silfrið komið úr sumarfríi og hefur aftur göngu sína í kvöld. Sigríður Hagalín, hvað á dagskrá í kvöld? Jú, Valgeir, við erum komin aftur á kreik, nú á nýjum og betri tíma klukkan korter yfir 8. Silja Bára Ómarsdóttir, rektor Háskóla Íslands, kemur til að ræða atvikið skólan í síðasta mánuði þegar hætta þurfti við fyrirlestur ísraelsks fræðimanns lífeyrismál vegna mótmæla gegn framferði Ísraelsmanna á Gaza. Og eftir koma þau Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri Akureyrar, Baldur Þórhallsson, stjórnmálafræðingur og Gylfi Magnússon, hagfræðingur, til að ræða hvaða verkefni og viðfangsefni bíða okkar í vetur. Ekki missa af silfrinu strax eftir Kastljós í kvöld. Takk fyrir þetta, Sigríður. Þá lítum við til veðurs. Á morgun verður norðaustlæg átt á landinu, yfirleitt 5 til 13 metrar á sekúndu, en hvassast á Vestfjörðum. Rigning eða súld af og til norðan og austan til, en skýjað með köflum sunnan og vestanlands og líkur á stöku skúrum. Hiti 9 til 19 stig, það verður hlýjast á Suðurlandi. Við förum nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum. Ísland var hársbreitt frá því að vinna Pólland á EM karla í körfubolta í gærkvöld. Dómarar leiksins voru fyrirferðarmiklir undir lokin. Hann hókar sig í mig og ég reyna að losa mig og hann fleygir sér í jörðina
Nú styttist í tvískiptingu bestu deildar karla í fótbolta og spennan mikil á öllum vígstöðum. Og þriðja umferð ensku úrvalsdeildarinnar kláraðist með toppslag Liverpool og Arsenal. Í íþróttum hér handan við hornið. Og þá skulum við rifja upp helstu atriði frétta. Hækkanir á ráðstöfunartekjum öryrkja skila sér misvel í vasa fólks að mati formanns Öryrkjabandalagsins. Breytt nálgun hlutastörf öryrkja bylting á kerfinu, segir forstjóri Vinnumálastofnunar. Mikil eyðilegging í austurhluta Afganistans eftir jarðskjálfta sem reið þar yfir. Hamfarirnar þær mannskæðustu í áratug. Samfylkingin mælist áfram langstærst í nýjum þjóðarpúlsi Gallups. Fylgi Framsóknarflokksins heldur áfram að dala og hefur aldrei mælst minna. Ég tek þetta alvarlega. Þessi staða, hún mér hvatning til þess að berjast og vera skýrari í mínum málflutningi grunngildi Framsóknar. Grunnskólar víða land hafa hert reglur símanotkun. Kennarar á Akureyri sem hafa unnið í símalausum skólum í heilt ár segja nemendur einbeittari og lifa betra félagslífi. Nýir göngustígar við Stuðlagil draga verulega úr fallhættu að mati landeiganda. Ferðamenn dreifa sér betur svæðið í stað þess að hrúast á sama blettin. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum, veðri og kastljósi og svo silfrinu. Ríkisútvarpið með fréttavakt allan sólarhringinn og það má alltaf senda ábendingar á fréttir@ruf.is. En við segjum þetta gott að sinni, verið sæl. Á RÚV í kvöld. Silfrið. Sigríður Hagalín Björnsdóttir, Valgeir Örn Ragnarsson og Bergsteinn Sigurðsson fá til sín gesti og